Já, gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin að skjánum. Í kvöld ætlum við að fylgjast með 5. umferð í úrvalsdeild hjá Gran Turismo samfélaginu. Það er Yas Marina sem er brautin á þessu sinni og Ingi Þór heiti ég og hér hjá mér í kvöld er engin annar en Daniel. Þú velkomin. Já, takk fyrir það, gott kvöld. Það er þá komið að því að loka þessari keppnisviku með seinstu keppnina í Yas Marina og klára þá fyrri helming vor tímabilsins. Já, heldur betur. Þetta er að detti midway hjá okkur og það er heldur betur búið að vera góð keppni og spennandi í úrvalsdeildinni fram að þessu og gerir ráð fyrir slíku í kvöld, þínu sama. En já, hann virðist vera alveg hérna var eins og staðan er í sérflokki með tíma, hann Alex Topson, hann er alveg með 0,7 á næsta mann sem er Óli með 1,53,2 en annars er hópurinn frekar þéttur eftir það, þannig að já, þetta geti orðið eitthvað. Þetta verður spennandi, það spilur hvort við sem að fara að sjá Alex ná að vinna þessa keppni núna. Hann er búinn að reyna nú nokkuð sinnum, búinn að detta svolítið niður upp á síðkastið í listanum en hann er kannski kominn að strika aftur núna. Það væri alveg frábært að sjá það svo er málið. Algjörlega, það er komið tíma á comeback. Já. Og það má sjá á bílunum hérna, það er allir orðnir virkir í Mottumars þemanu. Já, náttúrulega. Við erum ekki bara að keppa, við erum að bjarga mannslífum hérna á brautinni í dag. Já, það er racing awareness, sko. Það skiptir máli líka. Algjörlega. En það er allavega, það eru 3 ökumenn sem eru fjarverandi í kvöld, ekki rétt? Ási, Dimmi... Nei, herru, Dimmi, það eru 2. Já, hann er kominn inn, hann er Joe Ailes, hann er kominn inn, hann er að akkur núna, við vitum að Ási verður ekki, hann er búinn að gefa það út, ég er ekki búinn að heyra hvort Dimmi komi eða ekki. Það verður að hann sé seinna eða eitthvað, en alltaf hefur hann 8 mínútur til þess að koma sér inn ef hann ætlar að koma sér inn. Já, algjörlega, við bara gerum ráð fyrir að hann mæti hérna það sé ekki að klára Strat-testið. Já, getur verið eitthvað til þess. En á meðan við bíðum eftir að tímatökur byrja þá kannski rétt að fara aðeins yfir stöðuna hérna á ökumönnunum. Svona það sem helst er að frétta í úrvalsdeildinni er að kemur kannski engum á óvart að Jökull leiðir. Hann er með 87 stig, búinn að sigra 2 keppnir af 4. Í öðru er hann Ólafur. Hann er 3 búinn að lenda í öðru sæti en ekki landa sigri ennþá, en hann er 76 stig, 11 stigum fyrir aftan Jökull. Síðan í 3. sæti er sá sem er fjarverandi í kvöld, það er hann Ási. Hann búinn að vinna eina keppni. 4. stigum er Alex Topson, síðan er það Andri Már, síðan 7. Jóhann Ingi, Jói Egils er 7. Alex Geirs 8. Ívar Eyþórs 9. Gunnar Ágúst 10. Jón Þór 11. Ólíver 12. Dimmi 13. og Davíð Adams er í 14. sæti. En hann náttúrulega misti að fyrstu 2 keppnum þar sem hann var í fyrstu deild, þannig að hann má ekki gera of miklar kröfur á hann í stigunum þegar hann vantar 2 keppnir upp á. En svona liggur landið í úrvalsdeildinni. Já, það er ekki það. Það virðist hvergi verið eitthvað svona stórt gap í stigunum. Það fara bara svolítið svona jafnt fækkandi stigunum eftir sem líður ökumenn, en það er hvergi einhver 20 stiga munur eða eitthvað. Þetta er allt frekar jafnt, þannig að góð keppni getur auðvitað að færa menn upp einhver sæti ef að gengur vel í kvöld. Já, nákvæmlega. Þetta verður spennandi reis. Það við náttúrulega sáum það hérna í gær í fyrstudöldareisinu að það var svolítið svona mismunandi dekkjaval, kannski ekki hvaða dekk menn völdu heldur hvenær þeir völdu þau, og það hafði svolítið áhrif á keppnina og
og spennustigið og við gerum svo sem ráð fyrir því að þetta verði eins og úrvalsdeildin hefur sýnt okkur alveg þvílíkt close barátta fyrsta helming og síðan svona mun örugglega róast aðeins úr þessu seinni helmingin og síðan svona í miðsvæðinu og síðan í lokin þá dettum við aftur inn í alveg svaka keppni fyrstu sætin sem að það verður bara æðislegt að sjá ef svo verður sko. Algjörlega, það er fullt af ökumönnum hérna sem eru með hraða til að sigra. Þetta er bara spurning hvort að kvöldi í kvöld er kvöldi þeirra eða einhvers annars. Nú þau fyrirtæki sem er að sponsa okkur er Lavasjó, Gullfiskur, Arctic Iceland, Kraftey, Otto Center, Kraftvélar, GT Akademían og Kaldi. Þannig að þakka þeim kærlega fyrir stuðninginn. En síðan hérna var nú alveg gaman að fá einhverjar spár fyrir kvöldið úr chatinu. Já, það virðist vera alveg svo erfitt að spá fyrir hérna í úrvalsdeildinni út í að þetta er alveg svo close barátta hjá þeim að það er alltaf eitthvað að koma óvart hérna í hverju keppni. Algjörlega. Það virðist alltaf vera sama spáin í fyrstu deild, það er há. Já. En hérna er alls konar möguleikar í gangi. Já. Allavega virðist vera með hversu hrattan hérna Alex Topson er að keyra, þá lítur það út fyrir að hann sé á helviti sigurstranglegur akkurat núna eins og þetta lítur út í æfingum hann eins og hann lítur út fyrir að vera með einbeittan brotavilja. Já, algjörlega. En ég einhvern veginn held samt að Jökull muni taka þetta á strattinu sko. Hann hefur sýnt það að hann hefur kannski stundur náð svona aðeins lakari tímatökum heldur en Alex en hann hefur einhvern veginn alltaf náð samt að taka sigurinn þrátt fyrir það bara með því að vera með rétta stratt. Já, það er eitt að vera sko hraðar en Jökull í einn ring en annað að gera það yfir 30. Já, okkurlega. En Dimmi er mættu þannig að já, ok, þannig að það er bara ásýð sem vantar í kvöld. Já. Liðakeppnin, hún er þannig að Kaldi Racing Team leiðir, það er Andri Már og Ólafur Einar. Bísik Racing er í öðru sæti, það er Jói Egils og Jökull. Kraftvélar Racing Team er í þriðji sem er Alex Þór og Alexander 2. Síðan er það Gullfiskur fjórði, Kaldi Ramrod Racing í 5. sæti, Track Devils Racing í 7. og Lavasjó Racing Team í 7. sæti. En það eru 3 mínútur í tímatökur í okkur. Þetta bara fer að smella á. Já, það fer alveg að smella á sko. Það verður ísett á lobby og síðan tímatökur strax eftir það. Já, það er ekki að spyrja því okkar eini sanni mátti stórflottan akstur í gær, hann Hilli. Hann er komið með spá og hann segir tímataka Alex Tops, Jökull, Jóhann og tíminn á póli er 1.53.221. Síðan heldur þetta áfram hérna. Komin inn einhver hérna sem á ekki að vera hérna. Já, ég veit ekki það. Keppni segir hann, Jökull, Alex, Tops, Óli, fastaslapp 1.53.757. Alex Tops á 23. ring á fastaslapp og sá sem að tekur mest fram úr er Gunni og það virkar alltaf, segir hann. Það er kannski ekki langt frá lagi. Nei, það er spennandi að sjá hvað gerist í því. Ási segir Óli, Jökull, Alex Tops. Já, ég ætla að segja Jökull, Alex, Óli. Ég ætla að segja að þetta verði þannig. Ég ætla að segja Alex, Jóhann Ingi, Jökull. Já. Ég hef komið svona nýtt þema, ég tek alltaf einhver allt aðra spá heldur en flestir eru með. Já. Og oftast ekkert kannski endilega líklegasta spáin, en þetta er allt verði við ökumenn, þannig að who's to tell að þetta verði ekki bara eitthvað svoleiðis. En Jóhann Ingi er alveg með, já, hann er reyndar alveg 0.6 fyrir aftan Alex Tops. Hann er með besta tíma núna í æfingum 1.53.8.
veit ekki nákvæmlega hvar hann situr í rauðinni en þetta kannski skiptir ekki öllum máli, dræfingar. En hann að gera hérna fyrir okkur, já, hann að spinna donuts fyrir okkur hérna. Já, það að detta í lobby reset núna. Já, gott fólk, þetta að gerast. Þá það reset, við vissum að það sé dagur þegar nei, það verður að vera annar reset, það ennþá myrkur. Þetta þarf að byrja í sunrise eitthvað svoleiðis, eða ekki? Jú. Eða sunset. Já, sunset meina ég, fyrir ég. Þarna það. Já, hún nú ekki alveg sexy brautinn í dagsbirtunum finnst mér. Nei, já, maður sér þessa braut eiginlega bara í myrkri. Þetta er svona eins og að koma inn á bar þegar búið að loka og kveikja ljósinu að vera að skúra. Já, nákvæmlega. Þessu hvernig hún lítur út þegar þau komum dimmt. Vá, nákvæmlega. Þá þurfum við bara að bíða eftir að Jóhann Ingi og Dimmi, að núna bara Dimmi fær inn á braut og þá getum við að ræst þessar tímatökur. Já. Dimmi. Já, hann ætlar að láta bíða eftir sér aðeins. Já, hann svolítið fyrir að láta bíða eftir sér. Dimmi minn. Við erum að fara að ræsa kallinn. Og það ekki eftir neina að bíða, en við bíðum nú samt aðeins. Já, það sagði við prófa að senda hann á Messenger. Nú, Sindri með spá, hann segir Alex Topp, Alex Geirs og Davíð Adams. Ef við værum með veðbanka í gangi núna og við værum að leggja reiðufé á þetta, þá myndi ég halda að stöðullinn væri rosalega góður ef að hann Sindri hefði rétt fyrir sér. Ekki að segja að þetta sé ekki möguleiki, alls ekki. Þetta er bara kannski ekki það vanalegasta. En ég kann að metta þetta er góð spá. Alex Topps er mjög líklegur. Hann er greinilega búinn að vera að æfa mikið. Síðasta keppni var kannski ekki hans besta. Það sem hann kom bara með 10 stig út úr þeirri keppni og fekk 25 stig í fyrstu keppninni, vann hana, síðan fekk hann 12 stig í keppni 2, 14 og svo 10. Þannig að hann byrjaði með bang tímabilið og endaði líka síðasta tímabil alveg illur. En það er ekkert grín að vera í þessari deild og stundum hafa menn minni tíma til að æfa heldur en aðrir. Dimmi, hann er bara alveg að fara að falla tíma hérna, sko. Já, það fyrir nú að styttast í það að það verði ekki hægt að bíða mikið lengur.
Hann búinn að gera endur. Þá hægt að Ég setja var þessar... að fara að senda um let's play again sometime. Nei. Þá hægt að setja þessar tímatökur á stað. Já, let's do it. Og þá komið að þessu. Nú það one good lap, eina sem skiptir máli. En góðu fréttirnar, ef að klúðraði tímatökunni, þá alveg pláss á brautinni til að taka fram úr. Og svona með við það sem við sáum í baráttu í gær og virkarum bara nokkuð skemmtilega í svona close battle. Já. Ég veit þetta ekki uppáhalds brautþín Danni, ég að reyna að vera jákvæður hérna. Já. Nei, það gaman að fylgjast með kappaldri hérna, þó mér finnst nú alveg hundleiðilegt að keyra brautir. Já. Það getur stundum verið erfið fæðing að hérna, tengja við braut. Svo einn daginn þá lendir maður í einhverju flæði og það alltaf æðislegt. Já. Stundum finnum maður bara flæðið aldrei, maður bara ekki að bonda við suma brautir, sko. Já, það alveg svoleiðis, það einn stundum við sumir sem að maður þekkir hérna innan samfélagsins sem að þola ekki uppáhaldsbrautana mína, eða næst uppáhaldsbrautana mína sem Laguna Seca. What's wrong with you, man? Nákvæmlega. Ég get alveg haft gaman af henni, en hún nú ekki á mínum topplista, en ég hef skemmt mér þar. Já, ég mjög gaman að þeirri braut. Ég hlakka mikið til að taka Laguna Seca núna í hérna næst seinustu keppninni. Já, alveg rétt. Það næst keppum við á grúp 1 á Spa. Það verður eitthvað. Lettindri braut. Ég haft hann heiður á því að komast að horta formúlukeppni þar, það var alveg geggjað. Síðan það Laguna Seca áður en að við endum á Nürburgring, þannig að það eiginlega hvað sem manni finnst að Laguna Seca, hún alveg, þú veist, frekar fræg braut, sko. Þetta svona, þú veist, einn af þessum amerísku sem að búin að vera á vörum manna árin, þannig að það spennandi í 3 ár síðustu keppninar. Algjörlega, og það einmitt þetta tímabil endar á 2 uppáhaldsbrautunum mínum í röð, sko, þannig að ég mjög spenntur fyrir endanum á tímabilinu. Ég gerir ráð fyrir að Ramrod komi sterkur inn. Já, maður taka svolítið af æfingum allan á Laguna Seca og ég held að það þurfi nú ekkert mikið æfingar á slaufinni, sko. Það keyrir það braut svo ofta að hún sko föst í muscle memory, sko. Já, tekur samt alveg tíma að læra hana, sko. Já, algjörlega, þegar maður þarf að læra hana þá tekur það tíma, sko. En ef maður hefur fyrir að læra hana þá sem sé að tattúerið í því, sko. Já, nákvæmlega. Og alveg eflaust þó nokkuð margir þar sem að hún bókstaflega tattúeruð á mann. Já, algjörlega. Og ég sé nú ekki einn af þeim. Við erum að fylgjast með Óla hérna. Það verður fyrsti tíminn í kvöld. Slætar þarna. Smá lausa aftan hjá honum. Já, maður sá það svolítið í keppninni í gæri mitt að Ferrari, en hann svolítið laus akkurat á þessum kafla sem hann var að taka. 1.44, Já, en hann þarf samt að hann á ekki eftir að standa lengi, sko. Nei, ég vil ekki. Við vorum með Ívar Eyþórs 80 sekúndur hraðar á hann. Það kemur Alex. Alex náði bara 7. sæti núna. Já,
Sorry, ég var hérna einhverju myndavélaflakki. Gekk ekki eins smúð fyrir sig og átti að ganga, en svona er það. Þá kemur Jón Þór, hvað gerir hann? 7. sæti. Það var allir búin að setja tíma. Jói Egils núna, 7. sæti. Svo kemur Dimmi, 11. sæti og Jökull núna að fara að koma að klára sinn fyrsta hraðahring eftir augnablik. Hvað gerir Jökullinn? Hann er svolítið eftir Allir menn séu hinnum. svolítið að ná hita í dekkin á fyrsta hring. Já, hann tekur pólinn. Provisional pole. Skjáttast ekki, þá er þetta betri tími heldur en hann náði að setja í æfingum áðan, þannig að hann hefur kannski ekki verið að sýna allt sem hann gat í æfingum. Nei, átt ás upp í erminni. Já. Ég held samt að við erum eftir að fara svolítið neðar að þetta, sko. Já. Hann var með 1.53.2 á hann, Alex. En, þú veist, hugsanlega var brautin og svolítið heitari þá, það er náttúrulega... Ólafur tekur pólinn á Jökli, 1.53.653. Það gerir Alex 2 beigur eftir. Oliver var að næla sér upp í 3. sæti. Já, vel gert. Þetta er Alex í síðustu beigunni. Hvaða tíma setur hann? Hann hoppar upp í 3. sæti. Það var það Óli, Jökull, Alex, topp 3 eins og staðan núna. Óli með 1.53.653. Jökull bæti það. Ég held að hann séu að keyra sig svolítið upp. Fá svona næs hita í dekkin og maxa þetta. Já, hann er á fjólblóman Óli. Og Jökull hoppar upp. Bæti tíman að sóla 6.000 hluta. Vá. En Óli var rúmlega það upp á sinn tíma, þannig að hann gæti verið að toppa þetta. Ef hann klárar síðasta kaflan, hreinan, án mistaka. Kemur hann í síðustu beiguna. Slæta, tapar smá, en nei, þetta kostaði hann. Andri að bæta sig í 5. sæti, bætti sig nú ekki mikið. En hann bætti sig akkurat það sem hann er með á Jóhann Inga, þannig að þeir hann hljóta að hafa verið með jafnan tíma. Það er ég að horfa núna á Alex komið gegnum lína. Hann tekur pólinn. Já! 1.53.442. Það er gert. Núna erum við að nálgast tíman sem við vorum með hérna á æfingum. Jökull var að fara tímasektor, hann var ekki að bæta sig akkurat núna. Jón Þór hoppar upp í 4. Hvort að Óli sé með einhverja ásæði upp í erminni. Hann er nú 2/10 hluta fyrir aftan Alex í 1. sætinu og bara nánast á sama tíma á Jökull. Og hann er að bæta sig, en pæli hvað er samt lítið hvað er að keyra jafnt, hann er að bæta sig 0.038. Já, nokkarlega. Og það líka... En ég meina það væri samt nóg fyrir hann til að komast upp fyrir Jökull. Man sér alveg hvað þetta er jöfn deilda. Það er hérna, við erum að tala um að maður þarf að fara niður í 9. sæti til að vera komið sekundu hægari heldur en 11. sæti. Nákvæmlega. Og
það sýnir bara hversu ótrúlega góður tími þetta er hjá honum Alex út af því að hann er sko hann er 10 hraðari heldur en næsti fyrir neðan á Jökull. Já. Nei, Óli tapaði niður á síðasta sektor. Þessum forskoti sem hann hafði, þannig að hann bætti sig ekki. Alex Topsi á góðu hring. Var ekki Jökull búinn að cancela sínum. Hvað gerir hann? Hann er komið í línuna. Nei, hann bætti sig ekki. Bætir ekki. Hann og Davíð eru fyrstu til að klára tímatökur hringina sína. Jökull er 2/10 minúta upp. Jökull er að bæta sér rosalega, það verður skemmtilegt að fylgjast með hvort að ná að taka pólinn hérna á seinasta hring. Skriðjökullin er komin að stað. Seinasta hring sem að Alex náði ekki einu sinna að byrja. Hann kom hérna í gegnum markið bara einhverjum sekundubrotum eftir að tíminn rann út úr henni. Jæja, hvað gerir Jökull í síðustu tveimur beygjónum? Má engin minnst að gera. Var með 2/10 minúta upp á síðasta sektor. Vá, kemur alveg slætandi í síðustu beygjóna og bæti sig en dugar ekki. Ekki alveg nóg. Vá, þetta er engin munur á þeim maður. Það er 0,071 frá Alex í Jökull og 0,140 frá Jökli í Óla. Já, en Óli er náttúrulega enda að keyra. Ég svo sem gat ekki sé hvort hann sé að bæta sig akkurat núna en hann er að taka hérna detta inn í lokakaflan á brautinni. Þetta er ekki búið en þá erum við að sjá Óla toppa þetta. Hann hefur það til þess, spurningum að setja saman hringinn, fer mjög vítt í síðustu beygju og slætar og já, þetta er pólinn! og munurinn er 0,0 og Andri bætti sig síðan upp í 4. sæti. Sérðu þetta? Það er ekki, það er sko, það eru 900 hlutar frá 3. í 1. sæti. Ívar bætti sig líka. Komin upp í 8. Þetta er crazy. Hann fór tímatöku þær. Þetta var rosalegt. Japp, hérna erum við með listan. Óli toppar þetta á síðasta hring og það er Kaldi Racing Team 1.53, 4.23. Síðan í öðru er það Alex Topsson, Jökull í því 3. Andri Már 4. Jón Þór Ásgrímsson 5. Jóhann Ingi 7. Óli Vinór 7. Ívar Eyþórs 8. Gunnar Ágúst 9. Jó Egils 10. Alex Geirsson 11. Davíð Adams 12. og Dimmi 13. Þar hafið þið það. Þetta verður eitthvað, eins og við sjáum sko. Þetta verður það sko. Það er innan við sekundu frá 8. sæti í 1. sætið. Og það er alltaf bara engin sjáanlegu munur á topp 3. Þetta væri bara svona photo-finish, það sem þú sagði bara hásbreytt á milli þeirra. Þetta er ekki neitt. Topp 4 eru allir á nýja Ferrari. Já. Viva la Ferrari. Scuderia Ferrari. Tutti frutti Parmigiano. Þetta er ítalska vín, það er bara svona nafn á mat. Já, okkurlega. Pepperoni, salami. Já, góður ítölskunni hér ég. Algjörlega. Maður þarf kannski ekki endilega að kunna ítölsku, maður tala bara ensku ítölsku heima og þá ertu good to go. Já. Já, það er innan við mínúta í ræsingu gott fólk. Er ekki allir búin að sjá fyrir öllum þörfum áður en að klukkutíma kappakstur hefst? Það held ég nú. Ég veit ekki eftir kveikt á tónlist svona inn á milli meðan við erum að bíða.
Við þurfum að fá okkur svona jingle, svona eins og svona motorsport-þættir eru með. Já. Þú ert að koma með þetta? Já. Hver veit, þetta er ekki versta hugmynd, en ég veit ekki hvort sé tæknilega hægt að framkvæma þetta í gegnum PlayStation. Nei, ekki veit ég það. Tjöfull, það þarf að updata þetta broadcast future, vera með svona playtaka eða með jingle. Já, nákvæmlega. Klukkan orðin 22:50, það er komin tími á race. Heldur betur, Jasmarina Group 3 úrvalsdeild, það verður ekki betra, jú, það getur alveg verið betra, en, þú veist, ekki að þess að Það verður mikið betra. Úrvalsdeild er eins gott að verður á sama hvaða braut það er. Þá er bara að skella sér á braut og takk eftir, sko, það ábygglega eftir að koma gap frá 7. sæti í 7. sæti út af því að þeir verði miði í beygju þegar að niðurtalningin er kláruð. Já, ég ætla að vera með myndavélina hjá mér á 9. sæti og fylgjast með hvernig þetta fer í beygjunni. Við erum komin að stað, það er úrvalsdeildin, Óli á pól, let's go racing. Eða hefjum hermikapakstur. Þetta fór nú bara mjög vel hérna. Þú höfður lengi að keyra skilti í burtu. Sorry. Nei, skilti eru bara fyrir. First mission takeout, smá lagga hólasýttismér. Svona varla takt að taka eftir því. Kannski bara ég að skjálfa. Þeir efstu þrír eru strax búin að slíta sig aðeins frá þeir komið 1,2 sekúndu á undan 4. sæti. Hvað erum við að tala um í dekkjum hérna? Ja, þeir eru á medium, efstu þrír eru á medium. Svo erum við að tala um hard, alla leiðina niður í seinasta sæti. Þannig að það er bara, já, efstu þrír á medium, allir hinn eru á hard. Já, þetta gæti verið close barátta maður. Ha? Já, þetta verður þar. Allir á sama bílnum. Það er alveg klátt. Og munurinn á tímanum telur á 100 slutum, ekki brotum. Þetta verður eitthvað spurning svo stratti, sko. Hugsanlega allir að fara að keyra sama strattið, en hvenær þú fer í pit getur skipt máli líka og hvort að þú spara bensín. Skiptir máli hvenær þú skiptir upp á fuel safe. Það er einmitt það sem maður hefur séð svolítið í gegnum þessi race hérna að allan Jökull hefur rosalega góður að fara vel með dekk og bensín og það hefur oft nýst honum vel þegar líður á raceið, sko. Já. En hérna, við séð svona akkurat öfugt hjá Alex, hann hefur verið að pússa alveg rosalega, nota rosalega mikið bensín og dekk og það hefur verið með kostaðan svolítið þegar líður á raceið. Ég myndi halda ef það væri til tölfræði yfir það hver hefur oftast tekið fram úr í pit að þá væri það Jökull. Já. Hver hefur tekið fram úr flestum í pit. Það er ekkert svo langt síðan að menn fóru bara fyrst fyrir alvöru að spá í hérna bensíni og notkun á bensíni í keppnum hjá okkur. Því ég byrjaði, það var engin að hugsa um það, stóðu bara allir bílum flattan og spáði engin í þetta. Já. En núna eru topparnir allir að hugsa þetta, hvernig geta þær eitt sem minnstu bensíni á þess að tapa hraða og oftast er það bara einfaldur hlutur eins og að skipta örlítið fyrir, þarf ekki að tapa miklu tíma en það getur skipt rosa miklu máli á bensín-einslunni. Algjörlega. Við viljum vera frumkvöðlar í þessu, gera svona eins og formúlan er að fara að gera núna, að keyra hægar til þess að spara bensín. Sko, eigum að ræða röðina hérna frá 4. sæti. 4., 5., 6., 7., 8., 9. Það eru hérna 6 bílar í röð bókstaflega. Maður bara, þú veist, hvaða baráttu viljið þið horfa á? Viljið þið horfa á top 3 eða rest? Top 4 til 9?
Það sko, við erum að tala að það eru 6,2 frá 4. sæti upp í 1. sæti og svo það upp í 9. sæti það er 8,8, þetta eru 2 sekundur sem að skilja hérna 4. og 9. sæti. Já, sko, ég að horfa á það núna, spurning hvort að þú sem annað augað á því hvort þið þurfa að skipta yfir, af því þau eru líka mjög jafnir þar. Ég veit ekki hvort ég á að horfa á. Ég skal fylgjast með toppnum, ég segi að Jökull var að setja hraðasta hring núna og það já, þetta svona close baráttan. Alex að sækja svolítið vel á Óla núna en Já, hann er alveg í sko allu færi en einhvern veginn finnst mér ólíklegt að hann sé að fara að reyna framúrakstur akkurat núna sko, því að akkurat núna hann græðir hann svolítið á því að drafta fyrir aftan Óla sko. Það getur vissilega að spara bensin á því. Nýta sér slipið. Óli kemst ekkert undan. Sáum hérna svo baráttan. Þetta er alveg, það er nóg að gerast á brautinni sko. Hún veldur ekki vonbrigðum úrvalsdeildin. Þetta eru bara fasti liðin svo vanalega. Já, nákvæmlega. Því lík barátta hérna. Þeir eru, eins og segir sko, það er ekki mikil ógnun í gangi þótt að það séu mjög nálægt hvorum öðrum. Það var ekkert verið að stressa sig, taka einhverja sénsa að snemma. Þetta er bara hringur 3:30. Og það verður að segjast sko, með að við aldur og fyrri störf þá er Alex að keyra eins og hann væri töluvert eldri sko. Hann sýnir mikinn aga og virðist vera með gott reis kraft. Já, Óli svolítið laus miðað við ungar andur, ekki spurning. Jökull kominn í slaginn núna en það er samt ekki, það er alveg verðt að fylgjast með áfranga að segja að það er eitthvað baráttan fyrir neðan. Ég læt veit leið að það þarf að skipta yfir ef það þarf að skipta yfir. Ég er svona að flakka á milli sko. Það er ekki svo langt sko. Það er eiginlega hægt að horfa á þetta frá vissu sjónarhornum nærmari söllu sko. Það er svo langt í kammarina. Svo núna sko, við erum að koma út úr uppeyjunni, maður horta eftir einmöllum. Andri og Jón Þór í baráttu. Það er aðeins að slíta sundur í þessum hóp. Jóhann er búinn að gera smá gap á Andra og Jón Þór og svo smá gap frá þeim yfir í Oliver. En snerting! Smá snerting. Gerði smá snúning þarna og þetta var alveg óvart vendalega. Ekki spurning. Í rauninni, ég bjargar Jökullunum aðeins með því að lenda aftan á honum en Alex bara er aðeins að snemma öngiðuna og kasta bílum örlítið og missir hann örlítið en nú er Jökull komin í gott færi til að það er pressa á stráknum. Heldur betur. Óli stórgræðir á þessu að núna er sko Alex og Jökull farnir að slást en ekki Óli og Alex. Þetta er bara akkord það sem Óli vill sjá skerast og þá einbytta sér að hvorum öðrum. En eins og ég segi, þá Alex hann missir bílinu örlítið en það var bara svo ekkert pláss á milli hans og Jökulls að Jökull hafði hvergi til þess að fara til þess að reyna að forðast eitthvað smá bömp aftan til svo sem fóru. En það hafði ekki mikið að segja að hann bara að halda sætinu sínu. Já, eins og mistur. Þetta verður að keyrða meira eins og marathon heldur í sprint. Já, algjörlega.
Alex að ná að minnka bilið í Óla og auka það í Jökul. Það er komið niður í sekundu og milli þeirra allra núna. Já. Það er smá pása. Það þarf lítið að gerast til þess að það breytist. Já, það er hárrétt. Andri Már ennþá með Jón Þór á hælum sér. Það er svona svipa bil þarna frá honum yfir í Jón Þór og áðan. Það fyrir ekki Jóhann Inga ætlaði ég að segja. Ívar Íþór Ívar Eyþór Ég sagði þessar í röð. Ég ætlaði að leiðrétta mig og sagði það aftur. Ívar Eyþór fyrir 7. og Óli náði 8. Þetta er bara komið til að vera greinilega heilin villenda. The brain is so stupid. Já, eitthvað er það. Já, Óli aðeins búinn að auka bilið í 1,5 aftur, en Jökull búinn að nálgast Alex aftur. Þannig að baráttan annað sætið er on. Já, Alex er búinn að vera svolítið að jójóast svona á milli þeirra. Já. Hvort hann sé nálægt Óla eða nálægt Jökli. Akkúrat. Jökull er núna að setja alveg geggjaðan sektortíma. Bæta sinn eigin hringum 0,17. En sko það er líka sko reynslan sem að Jökull og Óli eru miðað við Alex. Það kannski útskýrir sko hvað þeir eru að gera jafnt, en hann er að jója og hann að pínun á milli. Stöðuleiki hjá strákarum, þeir eru búin að fara í gegnum þetta rótu og nokkur skipti, Óli og Jökull. Já, en það er að gerast alveg svo ég giskaði á að myndi gerast að Jökull er að fara töluvert betur með dekkin og bensinið heldur en Alex og meira þess að heldur en Ólafur, sko. Hann er að slíta dekkinum hægar og það mun hafa áhrif þegar hann líður á reysið. Já, ekki spurning. Sko með hvernig þessi akstur er hérna á topp 3 sko, þá gæti sko bara pitstoppið, þú veist, ráði í hver verður undan hverjum sko. Það er þetta málið. Þeir eru núna komnir 10,5 sekúndu undan 4. sæti. Sem þýðir að þeir eru að taka rúma sekúndu á hring á hinna sem eru hann. Það er samt ekki alveg nóg upp á pitstoppið að gera. Þeir ná samt ekki að í rauninni halda sér fyrir framan þá. Eftir pitstopp, ef að þeir þurfa að taka pitstopp fyrir, þá náttúrulega verður fróðilegt að sjá hvernig pitstrategían er hjá mönnum. Við náttúrulega erum að sjá að allir fyrir neðan og eru á harddekkjunum og þegar þeir eru búin að pitta þurfa þeir ekki að taka aftur harddekki. Nei. En eftir þrír eiga eftir að taka harddekkin, þannig að... Já, og þannig að þeir fara náttúrulega fyrir í pitt, þá eiga eftir að detta inn í hópinn og það getur skipt miklu máli hvar þú lendir. Nákvæmlega, að tala nú ekki ef þeir þurfa síðan að vera á lakari dekkjum inn í miðjum hóp. Já, þeir getur náttúrulega ekki medium hard. Já, það skiptir svo sem ekki máli hvenær þeir taka harddekkin. Ef þeir lenda inn í hóp af öðrum ökumönnum með betri dekk, þá eru þeir samt alltaf í smá vandræðum. Það er pressa á Alex, Jökull gefur ekkert eftir. Hann er ekki number 1 að ástæðalausu. Okkar sigur sælasti ökumaðurinn í GTS frá upphafi.
Já, pældu því. Já, það er bara þannig. Og hann í rauninni kom inn í þetta samfélag svona svipað eins og Alex gerir núna. Hann Já. kom bara með alveg þvílíkan hraða, alveg leið. Já, En var hann mistækur í byrjun og síðan þurfti hann að taka sig svolítið á í dekkjanotkun og bensínotkun og er alveg búinn að ná því niður. Þannig að það sýnir okkur bara ef að Alex heldur áfram að æfa sig, þá er hann að fara að vera virkilega erfiður keppinautur við Jökul og Óla. Náttúrulega núna verður keppinautur akkurat núna sko, en hann getur ennþá fínpúsað aksturinn sko. ekki spurning. Jói í sinna 11. Hann er ekki búinn að leggja nógu mikla tímaæfingar, strákurinn. Það sést. Nei, hann náttúrulega, hann var að fá nýja tölvur. Hann lenti náttúrulega í þessu í seinasta reysi að Já, alveg rétt. disconnectaðist. Það bara gaf sig landportið á tölvunni hjá hann. Já, Bara hinn finnir í keppni og tók einn annan ökumann með sér. já, það er kannski ekki 100% að segja það, en Nei, gæti alveg rétt, það er gæti verið. Alveg rétt, það er ekki 100% en þetta var alveg öflug tilviljun að þeir fluttu út á nánast sama tíma. Já, nefnilega. Nú er Alex komin í skotti á Óla og Jökull enn fastur fyrir aftan hann, þannig að þetta gæti orðið 3 bíla barða hérna, aðeins að þéttast hópurinn. Það voru farnir að sjá síðan á fyrir neðan að fara í pitt núna. Það eru Jón Þór, Ívar, Oliver og Davi Adams. Allir komnir inn í pitt núna að kasta Já. af sér hörðudekkinu. Við kannski gerðum ráð fyrir því við vorum að tala um pittina rétt á hana, menn myndi keyra lengur á hörðum, en það er ekkert víst. Menn kannski vilja keyra lengur á medium og keyra færri hringi á hörðum, þannig að það er óvíst endur. Þar með sagt að lendi í umferð. Ég bara einhvern veginn var ekki búinn að hugsa út í það, að það væri sannlega dæmið. Það er einmitt málið sko, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað gerist þar. En það er akkurat núna alveg mikil pressa á Ólaf. Og heldur betur. Ég þykir ólíklegt að menn taki hard fyrir one-stopper. Það hefur ekkert verið að gera sér neitt rosalega. Pitturinn er heldur ekkert það langur hérna. Þetta er líka þannig braut, þú vilt kannski keyra lengur á betra gripi heldur en alla keppnina á harddekkjum. Það er pressa núna sko. Það er aðeins farin að sýna sig sko. Já. Og núna fyrir Jökull að græða á þessu, því hann er búinn að passa svo vel upp á dekkinu, en núna getur hann í rauninni pússað eins meira heldur en þeir. Hann er með betra grip í dekkinu. Já, algjörlega, það er alveg tölulegur munur. Enda er hann bara að vera kominn inn í þennan slag sko. Jökull er góður í því að hugsa heildarstrattið. Það þarf stundum að halda aftur á sér. Fara hægar núna til að vera hraðar í heildina. Nákvæmlega. Eins og einhver sagði, slow and steady wins the race. Já, ég hef oft sagt sko, stundum þurfa menn að hægja á sér til að vera hraðari. Það er 3 í viðbótinn í pitt núna, Alex Geirs, Jóhann Ingi og Andri Már. Heldur betur. Þetta er allt að gerast. Ég hugsa sko, strattið er ábyggilega bara 10-10-10 sko, svona, hvað við segja, meðalstrattið. Já, eflaust. Þegar núna er Alex kominn á ytri línuna, kominn fram úr Óla, en samt með ytri línuna, hann kannski ætlar að reyna eitthvað að switcha rú hérna. Það er betra exiti hér. Eða hvað, nei, í rauninni ekki. Það er engin pása gefin. Pressan er á Óla. Og Jökull horfir bara á og leyfir þeim að dúla þetta. Smá mistök gæti gert honum kleift að taka fram jafnvel 2 fyrir 1.
Nákvæmlega. En það bara mjög sniðugt fyrir hann bara að leyfa þeim að dúla þetta og vera bara söldu slakarna fyrir aftan, bíða síns færis. Akkurat. Eins og við talaðum sko, með dekkin. Það tekur meira dekkin að berjast heldur en hitt og þetta alltaf að vinna með honum. En pæli því, við erum hérna á hring 10 og það innan við hálf sekúnda á topp 3. Já, nákvæmlega. Ja, þú veist, rétt hálf sekúnda hef ég sagt það að. Jæja, hvað gerir Alex? Þetta rosalegt. Þetta kannski að setjast borð hjá honum jökli og horfa hvað að gerast fyrir framan okkur. Að gera. Alex ekki að gera sér tilbúin í dífun. Nei, ekki, það ekki betra exiti. Nei. Jökull slæta það út úr beginni. Jökull bara komin í kjölsóið á þeim báðum, sko. Já, hann bara í rosalega kjölsóið akkurat núna, sko. Spurning hvort hann... Nei, hann ákveður að dýfa sér ekki. Já, ég hugsa að hann noti tækifærið með hann í kjölsóið til þess að shortshifta og spara meira bensín og hann græði enda meira á pittinu, sko. En ef þú ert ekki með traction control í einum á þessum Ferrari, þá hann... Það svona smá skrikkan stundum út úr bauður hjá hann. Það eru Alex, komum við hliðin á Óla, reynir hann á utanverðu og ætla Jökull að hugsa innanverðu. Wow, það allt að gerast hérna. Alex hættur að bíða, hann vill klára þetta og komast fram úr. Hann ekki að spila hann leik lengur. Óli er vítt þarna. Missir Alex fram úr sér, mögulega Jökull líka. Jökull á utanverðu. Allt að gerast. Og eru allir að fara í pit? Það er allir inn beitt. Óli verður að halda það fram. Hann hefði fengið 30 sekúndna refsingu ef hann hefði farið inn í pit út í hann fór vítt í endrið. Endursýningu á framárastunum og vonandi líka atvikinu hjá honum Óla. Sjáum hérna Alex leitar að innanverðu. Óli fyrir vítt. Og Jökull þá kominn á utanverðu á Óla. Koma hérna nánast samhliða. Ein beygja og síðan ætlaði allir inn í pit. Og hvað gerist hjá honum Óla? Bremsar og sein. Og hættir við að fara í pit og heldur áfram. Kýs frekar að tappa 1,5 sekundu heldur en 3. Nákvæmlega. Þetta athyglisvert, það eru 20 sekundur sem þetta pitstop tók, en það sem að sér að Alex, hann tók 65% bensín og meðan að Jökull tók 71%. Þrátt fyrir að Jökull hafi verið með meira bensín. En líka athyglisvert að Jökull fyrir aftur á mediumdekka meðan að Alex fyrir á harddekk, þannig að hann kannski að minna bensín fyrir styttra stitt og ætlar að enda á medium. Það sannlega málið. Það kannski þessuna sem að Jökull tók ekki fram úr honum í pitinu. Þau eru að reikna fyrir mismunandi hringifjölda. Já, það lítur út við það. Já, Alex á harddekki núna og Jökull á medium, þannig að við hljótum að fara að sjá Jökull taka fram úr Alexi bara örugglega mjög fljótlega. Já, og það eru 7 sekundur í Jóhann Inga í 4. sætinu. Síðan 3 í hann andra. Jói Egils að taka út sagt og missa Ívar Eyþórs fram úr sér. Jón Þór 8. Liðsfélagi hans Oliver 9. Davíð Adams 10. Alex Geirs 11. Gunnar Ágúst 12. og 5. 13. og síðan skulum við setja myndaðurna á hann Óla eða Alex og sjá hvar hann kemur út með strákana. Hann hefur eitthvað tapað á þessu. Bæði að taka auka hring á dekkjum sem eru ekki eins góð og að bremsa þarna inn í beyguna og hætta svo við.
Ólafur hlýtur að fara út af medium, hann tekur sitt af bensín og Jökull, þannig að hann er örugglega á sama stratti og Jökull núna. Við sjáum Óli er að koma út. Það kemur út 5 sekúndum fyrir aftan Jökull. Þannig að við sjáum hvað hann tapaði mikið á þessu. Já, það er alveg spurning hvort að hann hefði bara átt að þykja þessar 3 ár. En það hefði samt enda bara mjög svipað því að... Já, ég held að það hefði enda verð fyrir hann in the long run. En sjáu hérna, það er bara strax komin barátta. Jökull er búinn að ná Alex. Er á betri dekkjum, þannig að hann vill klára þetta sem fyrst. En því lengur sem Alex heldur fyrir aftan sig, því betur í sjans á hann þegar að dæmi svipast. Nákvæmlega. Alveg sannfærður það að bæði Jökull og Alex vita dekkjavalið hjá hvor öðrum akkurat núna. Já. Efast ekkert það að þeir séu með race engineers sem er að upplýsa þá stöðu mála. Þetta er að koma stundum í partychati. Leave me alone, I'm racing. Þessi formúlunni. Ekki tala við mig fyrir að bremsa. Já, ég get ekki... Það er nú sumir bara sem get ekki keyrt með einhvern í eyrunum, sko. Nei, ég hef gaman að því bara svona að leika með, sko, og æfa mig, en þegar kemur að keppni, þá vil ég ekki hafa neinn í eyrunum. Ég bara hafa hátt í bílum og sjáu, hann er bara í skottin á honum og með innri línuna. Alex bremsa seint, Jökull næri sig ekki, vel gert. Strákurinn verst. Þetta var flott farið hjá Alex, þannig að í rauninni hefði Jökull fegnilega séð átt að ná sig, en hann hlýtur að taka þetta hérna núna, sko. Alex Hann svingar hann samt á ytri línuna sem er svona... Og hann bremsar alltaf seint. En ef hann staðsetur sig núna rétt, þá hugsaðlega... Já, hann náði töluvert betra exiti. Já, þetta er komið hjá honum. Glæsilegur framúrakstur. Vel gert. Hann er ekkert að gefa eftir strákurinn, heldur pressun áfram. Það er bara svo miklu erfiðara fyrir Alex að elta á harddekkjum heldur en fyrir Jökull. Já, algjörlega, sko. Óli er búinn að vinna sekúndu á þá. Ólafur er kominn 4 sekúndur núna fyrir aftan Alex, þannig að hann hefur grætt svolítið á þessum slagið þeirra. Jóhann Ingi bara 1,8 fyrir aftan Ólaf. Já. Og Jóhann Ingi þarf ekki að taka harddekkin aftur, sem að bæði Ólafur og Jökull eiga eftir að taka. Já, hérna framúraksturinn. Já, það var ekki eins aftarlega ég gerði það fyrir. Þá ég sé ekki betra en þetta. Greinilega ekki. Jóhanna. Þetta, sjá hérna Jökull fer á utanverðu fyrir utan braut, en það er engin braut á með þarna og hann gefur honum betri exit. Vel gert. Næsti slagur að mesta baráttan akkurat núna er 7. og 8. sæti. Jón Þór og Jó Egils. Já. Ólafur er búinn að minnka bilið í Alex niður í 2,8, það var 4 bara rétt á það. Já, þetta er bara að fara að skella á. Ég læt mig vita þegar hann nær honum Alex. Já. Ég er að horfa á Jón Þór núna. Ég er að þykja að fara hjá honum Jón Þór. Sittum við hann bara hjá honum. Og sko, og við sjáum að Jóhann Ingi er búinn að setja hraðasta hring. Ég er bara að taka eftir því núna. Hann er hætti betur að þetta í gang. Hann var náttúrulega harddekkjum á hann, það er ekki alveg að marka, sko.
Nei, það er alveg rétt. Jón Þór með pressu á Jóa Egils, ekki spurning. Oliver þar fyrir aftan með Davíð Adamsson hælum sér. Ólafur var núna að slá út hraðasta hringinn hans Jóhann. Já. Og næstu því komið niður í 1.53 á mediumdekkjum. Hann á þvílíku rólið, hann ætlar að bæta upp fyrir þetta tap sem hann lenti í þarna með því að hitta ekki rétt inn í pittin. Já, ekki spurning. Það hafi kveikt í honum. Já, þetta ekki nema réttur sekúnduorðin þarna á milli. Það eykst pressan á Jóa Egils. Jón Þór komið með púlsæ aftan á hann. Sko miðað við hvað Ólafur að nálgast Alex hratt, að þá finnst mér Jökull ekki vera að stinga það hratt af, þó að bilið sé komið upp í 3 sekúndur á milli þeirra. Wow, þannig að Ólafur skrikar svolítið. Ólafur Þetta í halva sekúndu á milli þeirra bara. Já, það fyrir bara að vera komin tíma að fara að fylgjast með þessu. Ég var einmitt að skipta yfir. Já, og Jóhann Ingi ekki langt undan. Þannig að sko hann gæti hugsanlega bara verið í þessari baráttu, því að bæði Óli og Jökull eiga eftir að fara hart. Já. Og það verður fróðlegt að sjá hvað Alex gerir þegar hann fer yfir á mediumdekkin aftur. Ólafur! Ég sá ekki alveg hvað var að gera, hvort hann var að bremsa seint eða hvort þetta var bara alveg... Já, þetta var... Það var allavega kontakt þarna og dívan var svona full sein fannst mér. Við þurfum eiginlega að fá bara endursýningu á þetta. Og meðan ég að fylgjast með Jón Þóri og Jóa Egils. Jón Þóri núna sko 0,1 fyrir aftan Jóa Egils á beinakaflanum og dýfir sér á innri línuna. Ætlar að reyna við hennar framrækstur, komið fyrir framan hann þegar hann bremsar fyrir beina. Bremsar aðeins og seint. Gefur Jóa Egils betra exit út úr þessu zigzagi og Jóa Egils tekur aftur fram úr honum, þannig að þetta var svílít vel gert af Jóa Egils hann. Þrátt fyrir að Jón Þór hafði kjölsogið og komst fram úr, að þá bremsaði hann full seint til að halda þessu, þannig að hann misti þetta eins. Við hérna vorum í miðju replay þegar þetta gerist, en við náum þessu á replay eftir smá tíma. Það er nóg að gera henni útsetningarstjóra. Já, nákvæmlega. Hann vill fram úr sko, það er alveg að hreinu. Já, það er spurning hvort hann viti að Jói Egils kominn á ljósið og hlýtur að fara inn í pit. Já, eftir þennan hring væntanlega. Ég held að Jói Egils fær hún ekki annað að ringa á þessu bensinni. Nei, það er eftir þær, það er ekki mikið eftir. Tölvöld meira hjá honum Jón Þór.
Pressan heldur áfram að góðu exiti þarna fyrir aðeins víðara, hann kemur hraðar til beini, stekur hann dífuna núna, já, tekur hann inn að veður, nær hann að svitsa rú hann Jói, nei, nær hann að svara, nú hann komin í draftið. Hann töluvert betra exit. Nei, hann bömpa hana bara. Já, hann vildi ekki eyða meiri tími í þetta greinilega. Nei. Fyrst hann bömpa þetta, þá hérna held ég að við ættum að gá hvort við náðum ekki ríflega því sem að þú varst að lýsa fyrir okkur áðan. Já, endilega. Sjáum hérna. Nei, ég hef sannlega ekki náði nógu snemma, ég næ partið af baráttunni. Nei, hérna, já, flott svitseru hjá það maður. Jú, við erum að fá hérna konfekt í beinni. Konfekt í endursýningu í beinni? Heldur betur. Oliver, hérna við erum að fylgjast með Oliver í 9. sæti, hann var að skrika svolítið og núna er Davíð bara komin alveg í skottið á honum. Gamli pássunum átti nýja pássunum. Þegar þú sagðir ó, þá flýtti ég mér alltaf að skipta á Óla. Ja. Hittir þetta ekki rétt númer að fara á Alex, en þá fer Jói Egilsson í pit og hérna þá er næsti slagur, það er bara Davíð Adams vs. Oliver. Heldur betur Porsche 2017 árgerð á móti, hvað var það, 23 módel. Já, hvað það ekki? Já, hann lúkar betur og hljómar töluvert betur inn í típan. Hann er 22 módel. 22 módel. Prófum að gera eitt hérna, bara svona for the sake of entertainment. Setjumst borð hjá Oliver, hlustum á hljóðið, svo skulum við fara borð hjá Davíð Adams og heyra hljóðið. Þetta er gamli Porschen, þetta er nýji Porschen. Þetta hljómar tölvöld meira sexy, verð ég að segja. Já, ég get tekið það. Heyra hljóðið hvað skiptir niður. Þetta er næs. Það er miklu dannara hljóðið í þeim gamla. Já, það er frekar yfirvegað. Það er einhver raketta núna komin í hérna skottið hjá honum Jökli. Já. Hann er komin núna 5 sekúndum á undan Ólaf og þá fer Alex í pit. Hann kastar sér í hörðudækinu. Algjörlega. Spurning hvar það setur hann Davíð Adams að fara í pit líka. Spurning hvar hann kemur út sko, það eru fleiri að fara í pit. Hann hefði mjög gott af því að lenda ekki í trafík. Alex Tops. Já, nákvæmlega. Jóhann Ingi, hann er 6 sekúndum fyrir aftan Óla. Hann þarf að fara í pit fljótlega. Væntanlega bara á þessum hring, hann er væntanlega að taka 10-10-10 strattið. Þannig að 6 sekúndur ef að Óli og Jóhann fara inn núna, þá hefur hann 10 hringi til að vinna 6 sekúndur, sem er alveg töluvert genanlegt því að þeir voru komin upp með hvað, 7 sekúndur á hardgaurana. Þeir voru að taka... Já, þeir voru komin með 11 sekúndur á hardgaurana eftir hérna 7 hringi. Já, akkurat. Þannig að sko, ef það er eitthvað sem við getum dregið ályktanir frá, þá lúkar það svolítið vel fyrir Jóhann Inga leið og Jökull. Óli fer á hard, þá gæti hann hugsanlega ná honum. Já. En Alex Topson kom út í 7. sæti, hann er 4,2 fyrir aftan Alex Geirsson liðsfélaga sinn. Já. En allir fyrir framan hann
fyrir utan náttúrulega Ólaf og Jökul, þeir eru á ljósinu og bara basically verða að fara inn í pit núna áður en að nærðin, þannig að hann fór inn í pit á akkurat réttum tíma sko. Hann kemur tæknilegsið út í trafík, en hann þarf ekkert að kljást í gegnum þessa trafík, þar sem að þeir þurfa að fara í pit. Já, og sko áhugavert að því við nefndi 7 hringir 11 sekúndur á það, að Jóhann Ingi er 11 sekúndum þegar hann fer inn í pit og eftir Jökli og það eru 10 hringir eftir. Það eru 11 hringir eftir minni segja. Þú veist, 10 hringir fyrir hann startar 21. hringir, ég er að horfa á 20 á skjánum. Þannig að sko, er Jóhann Ingi að fara að koma með surprise? Ég var búinn að spá hann sigri. Þú spáðir hann sigri? Ég sagði Jóhann Ingi, Alex Jökull, var það ekki? Jú. Ég minni það, ég man ekki lengur hvað ég sagði. Ég sagði Jökull, Alex Ólafur. Ég held ég að satt það, ég man það ekki. Ég held að hann að pínu með Jóhann Inga sko, við kerjum saman síðasta tímabili með úrvalsdeildina. En ég held ekki mikið með Jökli. Ég held með öllum maður, það er bara eftir hvað dagur það er. Nákvæmlega. Já, ég ætla að halda með þér núna, ég ætla að vona að þú náðu spannu rétt. Þá verður þú sigurvegari kvöldsins. Yes! Fyrsti sigur í úrvalsdeild. En núna er sko Jóhann Ingi og Andri, þeir eru bara, það er 0,3 ára á milli þeirra, þeir eru báðir nýkomnir til pit. Já. Það er kannski þannig að Þannig ef við erum að gera ráð fyrir að Jóhann Ingi sé að fara að gera eitthvað allavega sigri, þá er Andri alveg jafn mikið inn í þeirri baráttu sko. Ég tók ég eftir í Andri væri svona nálægt honum. Það var kannski eitthvað að gera með pittiðin og það, en já, við sjáum að þeir voru ekki svona nálægt þegar að þeir fara inn í pit. Nei, við sjáum að Jóhann er tekið slatta meira bensín heldur en Andri sko. Þannig að þetta er allt opið ennþá, alveg og rúmlega það sko, við erum með hérna 5 ökumenn og við höfum ekki hugmynd kannski líklegast staðan er að gera ráð fyrir að Jökull vinni þetta, en það er ekkert sjálfgefið því að hann er ennþá að keyra medium og eftir að keyra hardekkin, þannig að þetta gæti allt flippast. Svo bara sko, Alex er búinn að taka núna 1,5 sekundu á Jökul bara eftir hann kom úr pitinu. Þannig að Alex er á þvílíku peysi núna. Já, sko, það virkar náttúrulega pínu eins og undercut að fara fyrir í pit, þótt hann hafi verið á hardstintinu svolítið fyrir aftan, en þá er þetta samt undercut að fara fyrir í pitin og koma sér á góð dekk, sem eru dekk sem að vera betri út keppnina. En helsti munurinn er hins vegar sá að Jökull og Óli, nei bara Jökull, nei Óli líka, þeir hafa frelsi til þess að keyra lengur á medium dekkinu, keyra þau alveg út seinna stintið og taka þannig styttara stint á harddekkinu. Já. Ég held að Jökull sé að fara inn í pit núna, með sýnist bensinstaðan hans vera orðin þannig að hann ná ekki öðrum hring, hann er að fara í pit núna. Klára, hvað er Óli? Óli á meira inni. En hann fer í pit líka. Já. Ég hef nú haldið með að við dekk og bensínar tæki 1 eða 2 hringi viðbót. Þá er bara að sjá hvar verður Alex þegar þeir kom út. Akkurat. Þeir eru að fylla á as we speak. Sjáu tölunar hann að hækka. Jökull er farin á stað og Óli líka. Þá hugsa ég nú að þeir verði fyrir framan, já, þeir verða alveg fyrir framan, það hlýtur að vera. Spurning bara hversu mikið bil hann þarf að vinna upp til að ná þeim. Það eru innan við 8 sekundur. Það eru tæpar 5 í Óla og tæpar 8 í Jökull. Hann hefur 8 hringi til þess að ná þessu.
Já, en sko, sýnist þetta að vera of mikið fyrir Jóhann Inga, hann er alveg 18 fyrir aftan, þannig að sko, já, ok, þetta er þessi þrír sem er að slást þetta. Þarna var Andri komið sekt. Það sem sagt Alex Thompson sem er the man on the move, er á fjólubláum sektor á frekar nýlegum mediumdekkjum og er að elta uppi Óla og Jökul sem er að keyra hart núna. Þetta verður eitthvað. Þetta er í 3,5 í Óla, strax búinn að taka sekundu á hann. Já. Og er þetta eftir 7 sekundur í Jökul. Tikk-takk, segi ég nú bara. Nákvæmlega. Hann á eftir að ná þeim, en svo er annað að fara fram úr. Við horfðum á í fyrstu deildinni í gær að Hilli náði Hilmari sem var að harddekkjum á undan honum og var nokkra hringi fyrir aftan hann, en hann komst ekki fram úr. Já, það er alveg rétt og það verður bara núna að sjá, sko, þegar hann nær Óla bara er hversu hratt hann er að fara að taka fram úr honum, sko. Já. Og bara ef hann tekur fram úr honum yfir höfuð, við erum að tala um að það er núna 7 hringir eftir. Óli, sko, þeir voru að byrja nýja hring. Já. Þeir voru að byrja nýja hring, 7 hringir eftir, þannig að hann er búinn að taka 2 sekúndur á Jökul bara á sínustu 2 hringjum, þannig að miðað við þetta, það er 6 sekúndur á milli hans og Jökuls, þá ætti hann ef hann nær að taka hratt fram úr Óla, þá ætti hann að ná Jökli og gefa Jökli svolítið slag fyrir fyrsta sætið. Algjörlega, hann er eitt að ná Óla og Jökli og annað að fara fram með þeim og sko hvorur þeirra er típan sem að stígu til hliðar og gefa þér pláss og þetta hafa fyrir því. Og ég er núna skólað aðeins niður listan og það er ennþá þessi sami slagur milli Olivers og Davís þrátt fyrir að þeir hafi í rauninni, báðir búin að fara í pitt enn á milli. En það helst mjög jafnt bilið að milli þeirra í svona 0,7. Þannig að það virðist ekki vera alla þarna en það virðist ekki heldur vera að hann sé að ná að draga sig frá hann Oliver. Þeir eru rétt rúmar 2 sekundur frá Alex í Óla og rétt rúmar 5 sekundur í Jökul. 7 hringir eftir, eða 6 hringir skulum við segja. Það er að fara í línuna. Þetta er geranlegt en það þarf allt að ganga upp, engin mistök. Við sögðum ykkur að úrvalsdeildin myndi færa okkur góða keppni og enn og aftur gerum við það. Eina sem vantar til að toppa þetta er 80's sport þáttar jingle. Þeir kannski að búa til svona jingle og nota það bara í svona highlights klipp. Já, að gera, það væri alveg snill, sko. Sýna það síðan á loka hófinu og eins og talandi loka, það er núna komin kosning á spjallgrúppinu okkar á Facebook hvenær það hendar mönnum að lokahófið verði haldið einhvern tímann í loka apríl byrjun maí cirka. Að gera að kjósa þar sjálfur mun ég ekki komast. Nei, það er kannski full krækt að ætlast til þess að þú færir en nú nógu erfitt að ná mér á ásatíðina hinum megin á landinu, þú ert alltaf í öðru landi þannig að já, og ég kem ekki til landsins fyrir júni. Er ekki ódýrar að fljúga milli Danmerkur og Íslandsheldur en Akureyrar og Reykjavíkur? Já, svo sem. Það er ekkert svarið að það
Ég get flogið ódýrara til London heldur en til Reykjavíkur. Það engin lygi. Það magnað. Það núna alveg þvílík pressa á Jón Þór, að Jói Egils hérna innan við hálfri sekundu fyrir aftan hann. Já, kíkum að fá baráttu þangað til að þau verða aðeins nær hvorum öðrum hann á topnum. Að gera að skoða aðra baráttur á meðan að við höfum tíma til þess. Þegar við komum ekki til með að hafa tíma til þess eftir. Það bara sami slagur hérna bara á milli Olivers og Davíðs. Já. Skal kíkja hérna á toppi núna og láta þið vita þegar það verðt að skipta yfir. Þú getur fylgst með þessum baráttum þangað til. Það er fínt að þessu tvær baráttur svona nála hvorum öðrum því að þá getum við fylgst með þeim báðum svona út úr beygjum. Já. Og Davíð Adams alveg gríðarleg pressa á Oliver. Oliver tekur inn í línuna, ver. Það gerir Davíð. Það er að taka smá Suzaru pælingu hérna. Oliver staðsetur sig akkurat það sem hann þarf að gera til að Davíð sé ekki minni tricks upp í erminni. Oliver fór svolítið vitt. Það eru núna 4 hringir eftir, bilið á toppnum er komið niður í 1 sekundu en ekki alveg verðt að skipta af þessum slag strax en styttist í það. Það er svo mikið að hérna útsendingunni á myndaðinni hérna ég er bara um þögull. Já. Það er einhver slagur hérna fyrir neðan. Já, ég sé Davíð og Oliver ennþá að komið svolítið bíl sig á milli Jóa Egils og Jóa Ásgríms, Jón Þórsi. Jóa. Þannig að hérna á toppnum er bilið á milli Óla og Alex ennþá í þessari sekundu. Óli fór smá vítt hérna og núna er Alex komin mjög nálægt honum. Þessi tíma skipti yfir á baráttuna í toppinn. Ég myndi segja það, já. Það er komin tími á þessa baráttu núna, sko. Og það er stutt í jökul, en það er bara 3 hringir eftir. Þetta vinnur með jökli. Það vinnur vel með jökli, sko, það eru 3 hringir eftir, núna þarf Alex að ná að taka fram úr Óla en dekkin hjá Alex eru orðin vel slitin, sko. En þetta er náttúrulega ennþá mikil dekk. Getur nú borgað Óla hérna tilbaka dýrbombuna á þann. Já. Nei, hann er nú ekki þannig gerður strákurinn, hann keppir alveg strángheðilega en eins og aðrir, þá geta menn alltaf gert mistök og eins og hjá Óla áðan, hann ætlaði sér nú væntanlega ekki að vera með einhverja snertingu en þetta slapp fyrir horn hjá okkur.
Pressan Na. er on. Hann lagði Óli bílnum bara á Apexinu. Já. Breakchecka. Ekki alveg, en svona nokkuð nálægt í. Pínu lagga á honum Óla sem við sjáum. Það er óvíst að þetta sé eitthvað sem Alex tekur eftir. Getur vel verið að þetta sé bara eitthvað sem við sjáum útsendingunum að veit aldrei hvernig. Já, ég verð að segja, ég hef ekki orðið var við þetta lag, sko. Ég hef séð það í sumum beygum bara svona örst en svo hættir það alveg inn á milli. Kannski er það bara ég sem er að lagga, sko. En, já. Þetta er ekkert sem skiptir máli. Lítur vel út fyrir Jökul núna, 2 hringir eftir. Já. Og Alex er ekki enda búinn að taka fram úr. Nei, ég held að við getum alveg sem búin átt okkur á því að hann er ekki að fara að vinna sig í fyrsta sætið eins og staðan er núna, en annað sætið gæti verið hans, en hann þarf að komast fram fyrir Óla. Já. Það er ekkert grín og því lengur sem ég keyra held ég að þeim er minni líkur dekkjalega séð. Hann er komið svolítið langt niður í dekkin, það verður bara að segjast. Já, bílinn núna að vera komin upp í sekundu aftur. Óli er bara á létt notuðum harðdekkjum. Betur. Hugsa sér sko að eftir alltaf þess að ringi hvað eru top 3 á okkur öðrum búin að vera alltaf kemna. Tíminn er að renna út fyrir Alex Thompson. Rétt rúmur hringur eftir aðstæðri keppni. Annarsætið blasir við honum. En tekst honum það. Það eru 2,5 sekúndur frá Óla í Jökul. Þannig að ef að Jökul gerir engin mistök þá er hann búinn að tryggja sér þessa keppni. Hann er komið með aðra hönd á sigurinn. En það er alltaf spurning með annarsætið. Óli verið sér búinn að búa til smá bil núna. Er með 1 sekúndu og Alex Thompson rétt hæpa þegar er farin í síðasta hring. Ég held ég hafi sagt þetta bara í öllum útsendingum á úrvalsdeild þetta árið að now or never, síðasti hringur. Nákvæmlega. Ég ætla bara að gefa ykkur smá fregnir hérna á botninum. Þvílíkur slagur á milli Davís og Olivers. Það er náttúrulega ekki verið að skipta yfir það en ég skal láta ykkur vita ef það er besti tíðin þar. Það er hvað, 9. sæti? Já. Já, þetta virðist vera að settlast svolítið. Það þarf að vera nær ef hann ætlar að eiga möguleika. En hann er ekki nógu nálægt. Nei, þetta lítur ekki vel út fyrir Alex hérna, svo sem að ná 3. sætinu er náttúrulega alltaf hörku árangur í úrvalsdeild. Ég held að sé bara búin að renna út af dekkja tíma að láta þetta gerast. Já, það lítur út fyrir það. Óli er sennilega á þessum tímapunkti með allavega jafn góð ef ekki betri dekk sko. Já, ég myndi halda vestafallið jafn góð. Svo samt skipti yfir á Jökul. 2 beygir eftir. Sá að sigraði ekki í fyrsta skiptið. Virkilega flottur akstur hjá honum. Og hann landar enn öðrum sigrinum í úrvalsdeild. Sigur númer 3 á tímabilinu. Óli og Alex í öðru og 3. Og það er Jóhann Ingi sem er í 4. sætinu, einn og yfirgefinn.
Andri er 50 og við erum ekki séð mikið að Ívari Eyþórs þessa keppnina en hann er hérna 7. Jón Þór 7. og Jó Egils 8. og síðan verða hörkubarða hérna, það er Oliver og Davíð. Það verðist vera Oliver sem ætlar að láta, Davíð fer mjög vítt. Mátti reyna, tókst ekki, Alex Geirs 11. Fær 5,5 sekundu í refsingu í síðustu beginni. Síðan er Gunnar Ágúst. Hann hefur átt betri keppnir. Vantilega verið upptekinn eitthvað síðustu vikuna. Við vitum að hann á meirinu. Og Dimmi 13. En hann mætti þótt seint hefði verið. Það fyrir öllu, 13 manns á línu og það er betri árangur heldur en í gær. Já, það er betri en þetta þegar fyrstu deildina. Loku deild sem er dottið niður í 8 keppendur. Svo sem margir búin að mæta, það er alveg stórkostlegt að sjá. Já, en þannig fór, þetta var hörkukeppni og Jökull Sigurvegari og við skulum kíkja hérna á stöðuna. Bjóða Jökli hérna í þetta spjall, taka smá viðtal við hann. En það er Jökull sem var í fyrsta sæti, Óli Einars í öðru, Alex Tops í 3., Jóhann Ingi 4., Andri Már 5., Ívar Eyþór 7., Jón Þór 7., Jói Egils 8., Oliver Nói 9., Davíð Adams 10., Alex Geirs 11., Gunnar Ágúst 12. og Dimmi í 13. sæti. Hver var með hraðasta hringinn okkar? Var það? Það er Gunni. Já, ég er að leita þessu. Hann hefur tekið softurgli endan með ekki. Það hlýtur að vera. Gamli refur. Það nælastir í stig. 1:53.836. Vel gert. En Jökull, til hamingju. Takk hérlega fyrir það, takk hérlega. Þetta var rosalegt. Ég bjóst ekki að, ég vissi að ég væri með ágætis hraða, sko, en ég vissi að Óli og Alex væru líka helviti sterkir hérna, sko. Og hérna á miðju stundinu þá ætlaði ég að fara, ég ætlaði að taka medium, hard medium, en íttu úrt á medium, þá held ég að væri búin að fókisa alveg upp, sko. Já, Óli gerði náttúrulega afdreiða rík mugstök þegar hann ætlaði inn í pitt og hætti við. Það kostaði hann. Það hefur örugglega kostað hann alveg gríðarlega, sko. Já, akkurat, hann kemur 5 sekúndum eftir okkur þegar hann er búinn að pitta síðan. Já, og klárar sig keppnina 2,5 fyrir aftan þig, þannig að tæknilega séð ef hann hefði ekki gert þessi mistök þá hefðu við kannski verið að tala við hann núna. Já, nákvæmlega, sko. Ég held ég hafi gefið hann svolítið skerðan inn í pittin. Já, getur verið. En það var mjög jöfn keppni, Jökull, því hérna munurinn frá starti og til loka keppni á milli ykkar 3 alls ekki mikill og í fyrri part keppninar var svona, það fannst mér svona eins og þið væru allir að hugsa meira marathon heldur en sprint. Það var enginn að flýta sér fram úr. Varstu að hugsa að spara dekk og bensín á þessum tímapunkti? Já, ég var aðalega að hugsa bensín bara fram á fyrsta stindi, sko, en hérna, já, ég var samt alveg þurfti að gleyma því smá stund til að halda í við þá, sko. Stóðum til í svona dattinn á rytmar minn. Já, er ferðarinn laus á breytinni? Já, hann getur verið það, sko. En síðan akkurat svona, það finnst svolítið eftir vindátt. Stundum getur hann alveg hrokkið frá manni, sko. Man finnst svona eins og séu svona smá leiðréttingar sem eru kannski ekki endilega kosta mikinn tíma, svona smá skerrikundu beigum sem maður sá stundum. Já. Og það kostar maður alveg helling, sko, sérstaklega svo út úr herpinn út á beinakörlan. Þegar maður skrikar eitthvað aðeins þar, þá er maður bara komin í vandræði, sko. Heldur betur. Þetta var skemmtilegt reis, sko. Hvað finnst þér þessa braut? Eru svona búin að diskutera það? Já, mér finnst hún alltaf lægi, sko. Þetta er ekkert favorite þannig. En mér finnst það samt, eftir að maður svona komst upp á lægi aðeins með svona rytmar í henni, þá er mér búið að finnast hún aðeins skárri, sko. Síðan er það bara grúp 1 og spa næst.
Já, það er nú eitthvað skemmtilegt. já, hann var aftur að dreifnum grúpu einum. Ég er í stjóla á Það er þetta. geggjað. Ákveða bíl. Nei, þetta er náttúrulega bara 3 bílar sko, en ég hugsaði annarkvort Audiðin eða Toyotuna sko. Akkurat. Þetta Toyota verður svona eitthvað. líklegur út af batteri, en ég veit það ekki. Það er að skota betur. Já, batteri maður. Sem betur við þurfum nú ekki að hugsa eins mikið um það í formúlunni þetta árið. Það er bara búið, bara 200 metri eftir beigju. Algjörlega. Herri, tímabilið rúmlega hálfnað. Þú ert að auka fórustuna. Þetta lítur bara vel út hjá þér. Já, heldur betur. Ertu ekki að fara að brenna út fljótlega? Nei, aldrei, Nóg eftir. Þú ert Já, að já. sína meiri endingu en nokkur annar sem hefur toppað getið að sé samfélagi. Menn hafi ekki tekið meira en 1 eða 2 góð tímabil, þá eru búin að brenna út á æfingum. En þú ert steady á þessu, Jökull, ég er alveg með þig. Já, ég er með hún á mission, sko. Get that third title, sko. Fyrstur upp í 3. Já, Going for the Þú erum record bara books, nála því baby. að vera búinn að gulltryggja titilinn, sko. nei, ha. Já, Já, reyndar. Þú verður svo langt að það verður svo oft efstur, sko. Þú varst náttúrulega með svolítið gott forskot þegar þetta tímabil byrjaði. Já, reyndar. Ég er reyndar ekki Það eru náttúrulega bara 3 keppnir eftir. Akkurat. Já, Danni, Þetta er einhver- já, eigða líka spennuna í þessu maður. Segðu það sé lítill munur. Þú Það er allt opið, dömur og herrar. Þú verður að kvarta í jökli við því, sko. Það er hann sem er að standa þessu svona vel, sko. Ég er bara... þetta voru 30 stig fyrir síðustu keppni. Já. Það er ekki því þetta klikki. Nei. Herðu, en já, ég segi bara enn og aftur til hamingju Jökull, alltaf gaman Já, að heyri takk þér fyrir. og horfa að keppa og við sjáum svo bara öll fersk á spa eftir 2 vikur, Group Uno. Já, bara takk hérlega fyrir kvöldi. Já, en þangað til bara verið sæl að sinni. Bye bye. Bye.